Velkomin í Neglur og Trúnó. Við ætlum að byrja þennan þátt á að spyrja Elektru hvernig henni líður í nýja móðurhlutverkinu. Ég held að það módelhlutverkinu. Ég bara haka á módel. She's a model. She's a model. You don't know it yet, but she's a model. Nei, mamma sendi mér áðan eitthvað með, ég man ekki, held að það var M-Fitness eitthvað. Þau eru að leita sér að módeli til að taka þátt í einhverju auglýsingu eða eitthvað fyrir nýjar vörur eitthvað. Og hún sendi mér Instagram, viltu ekki vera módel? Ég bara, nei. Það hefur sko aldrei verið pæling. Það er aldrei mér skaman að taka af og til myndir af mér á Instagram, en þú veist, það er ekki eitthvað sem ég verð að gera þegar ég er búin að græja mig, skilurðu. Þegar þú stór. Þegar hún er stór. Bara, no, I don't, ever. Ekki? Nei, hún er alltaf að senda mér svona, mér finnst það ógeðslega fyndið að því að segja módel og ég bara, mamma er alltaf að senda mér eitthvað, viltu ekki gera þetta, viltu ekki gera þetta, vantar í myndatöku, ég bara, ég er sko null áhuga að vera bara eitthvað. Henni finnst þú bara svo sæt. She really does. Líka #1 fan, you know. Og she is. She is. Hún og besti vinur hans. Já, Hann hlustar á hvert einasta skipti. það er fucking hilarious. Þegar það líður á langt á milli þá sendir hann á mig bara hi, where that episode? Jokes, bara Hann hefur ekki áhuga á nöglum. Bara At all. sorry, Elektra is in a very tough school. Og nýbökumóðir. So. Actually, ég var frá með hund, hún er reyndarlega í búrunni núna því að hún er bara ógeðslega æst og ef ég myndi taka hann upp þá myndi hún bara sko aldrei chilla. Þannig hún er í búrunni, þannig ég sést ekki hérna. En ég skal lifa Tristani að láta fylgja mynd hérna, í það minnum hann sendur mig mynd að heili. Það er krafindi, hún sefur líka sko alltaf, sko ég reyndi alltaf að þjálfa hana fyrst að vera ekki í brúmi. Þegar maður náttúrulega bara hvolpur, hún er hvolpur. She's a baby. She's a baby. Reyndi ég alltaf að þjálfa hana að vera bara í bælinu sinu og hvað því að þú veist, þegar hvolpar koma fyrst hana heimili þú veist, þá vilja finna öryggi og vilja koma upp í hinn og ég leiði svona nokkuð skipti og svo bara fann ég að Kristján það bara, þú veist, hún sefur svo miklu betur bara upp í rúmi. Þá er hún ekki að vekja mig, þú veist, 30.000 sinnum á nóttinni, skilurðu, og já, ég er bara ekkert erfið, skilur, maður finnur ekkert fyrir henni, þú veist, hún vekuði ef hún þarf bara að pissa, fattaru, þú veist, hún er ekki bara að eyðileggja rúmbátnum minn, skilurðu, þú veist, hún bara nagan og við vissin. Já, það er bara actually bara mjög góð og sefur bara fær sína 8 hours eða eitthvað. En núna, því að hún er gett vön því að þá finnst henni svo þægilegt að leggjast að hálsnum mínum og Kristjáni, sérstaklega mínum. Þannig ég kannski, þú veist, ímyndar ég sé bara sólíðinni, svo er hún liggur, hún bara tillar sig. Svo lítið trefið. Já, hún er komin hingað bara, þannig hakin hennar er bara, þú veist, á mig, bara andlið og Þú þarft að láta svona mynd fylgja út því það er líka alveg ógeðslegt. Já, þannig hún er alltaf bara sofandi svona og svo sefur hún alltaf, þú veist, stundur bara ón á höfðinni mínu og þú veist, en ég alltaf finn fyrir henni bara þegar ég er sofandi, fattaru, þannig að líka mér vill ekki vera náttúrulega að rúlla mig á hana, skiluru, þannig ég er alltaf svo stíf þegar ég vakna og er alltaf bara svona, og þú veist, verður svona illt í hálsnum og finnst alltaf vant að gera svona, skiluru, þannig það er svona eina sem er ángríns killing me með þessum dog, er að, þú veist, hún getur ekki sofið núna, ekki brúmi. Og það er bara postpartum. Já, ég bara sleep training. Já, ég nenni ekki svona að reyna að sleep traina núna út af skólanum. Þú veist, ég hef ekki mínútu til þess að vera núna að vera að vakna á nóttinni ósofin, því nú þegar ósofin, skilurðu, að vera að þjálfa hana að fara að sofa, skilurðu, í bælinu sinni. Það bara, ég er ekki að fara að gera það menn ég er í þessum skóla, ég gera það í sumar. Þá mun ég þjálfa hana again, þá má ég vera með meira sleep loss, en ekki núna. Af því að ef maður er með, þú veist, ef maður er sleep deprived, það virkar bara heilin ekki. No, not at all. Hann bara andjós virkar ekki og ég finn það svo ógeðslega mikið, þú veist, mástu þegar ég valda fekk mína 7-8 tíma, var að vera í bar, skilur þú varst on it. Já, klukkan 6:35, 3 sinnum í viku. Ég var on it, ég var bara heili minn, ég glemdi engu. Mér fannst ég bara muna allt, ég tók lyfin að hárréttum tíma, ég fór að sofa á nákvæmlega sem tíma, ég var alltaf fyrir 10:30. Ég var bara, þú veist, ég var the happiest I've ever been. Núna finn ég, þegar ég ger þetta ekki, ég man ekki neitt. Ég bara svona, minningi minn er bara barinn. Ég er kannski bara, þú veist, ná eitthvað inn í herbyggi, svo er ég bara, hvað verður ég að ná í? Og gleym alltaf að taka lyfin réttum tíma því að, þú veist, já, og svo er ég alltaf að vakna sein fyrir skólan og eitthvað svona, ég bara
og ég get náttúrulega ekki farið þarna í bartímana út að Hailey skilur Því var hún ekki bara með Get her workout in af því að hún þarna stundum er alveg erfið þú veist að fara svo stundum sofnar hann ekki bara að finna hvað 11 það þau Jú. það er krefandi og svo er alltaf Kristján á æfingu til svona fucking 10 þá er hann ekkert að koma til mín fyrir bara eitthvað svona kortir í 11 eða eitthvað og þú veist það heldur mér alltaf vakandi Þetta er líka Kristján að kenna þetta er mjög mikið Kristján að kenna Fucking bitch fucking þannig já, þetta er mjög mikið Kristján að kenna þannig ég bara svona It's on him já, Don't blame the dog nei, og svo er þetta alltaf svo ógeðslega dýrt líka það kostar þess 30.000 í mánuði skilurðu Hundurinn nei, bar ok, ég var hvað? Subscription nei Ég heldur bara, bar hvað er það að geta? Hún er svona lítið nei, bar er svona 30.000 Já, á mánuði þannig að þú vilt vera að mæta for it to be worth it ég nann ekki að kaupa mér áskrift og vera bara eitthvað svona half-assing it skilurðu en ég ætlaði að kaupa í apríl reyna það Þarf samt að sína Hailey sína Hailey Sína hana ég skal gera á eftir þegar við erum að klára þáttana Stay tuned til að sjá Hailey stay tuned hún er sofandi, hún er loksinn sofnið Hún er búin að vera running amok já, hún Ég- er bara þú veist- fokkin erfið í dag ég er alltaf í bitförum Ég sá hendina og þú settir eitthvað á borðið hérna og ég bara ég er sko öll út í sárum ég er alltaf út í bitförum þú veist, ég bara, sér þetta ég er bara öll út í bara ykkur þú veist, fyrir viku síðan þetta var sko ég veit ekki svona hvað það var hendið mín væri bara gjössal bara under attack þú veist, mér fylgði að bitförum bara hérna af því hún bara býtur svo fokkin hún er ekki að glefsa so, my brain doesn't work þannig að já, hún er svo mikið að Varstu að reyna að segja þetta rússnesku hreim út því hún er rössin tói nei actually ekki þannig já, ég er alltaf til byrðfyrum og svo er ég að reyna að taka eitthvað af henni eða kannski ef ég tek bolta og kjörum skilur ég ætla að halda henni á þessu kjörum Ég var líka alltaf að reyna að mingla við hana og hún bara svona hún var bara að taka helgastökk Já. í fangin á mér þú veist, ef að ég lyfti henni að þá var hún komin upp á hausinn á Já. mér hún var farin að reyna að geta hárið á mér Já. ég eitthvað, oh my god, the one time yeah. sem hárið niðri she does that She does that Já. She does that ég þurfti að kaupa serum fyrir my ends út af hún er svo mikið ég held hún sé að gera á nóttinni sko Ég þekki fólk sem á svo leiðis kvett það er orðin grown ass kvettur og Pían, þetta par sem á Já. hann Pían er bara, hárið hennar varð bara að svona rat's nest í endan shit og því hann var alltaf bara, kvetturinn mætti bara át oh my god, ég kefti mér hérna night serum frá að kerast það sem hvað þú veist, kostar ekki 13 eða eitthvað skall ég gaf mér það as a birthday present það setur bara í hverju kvöldi bara í endan eina fyrir þú veist raka og næringu og eitthvað svona bræðast það kannski verð bræðast hárið þitt kannski verð ég held ekki, það er svo góð lykt að þessu sko okay. en svo er ég náttúrulega sef ég bara með að banet skilur við, þannig þú veist yeah. með svona silki banet fyrir að því það á að gera það fyrir hárið plus it looks cool yeah it does svo er þetta bara svo fucking nice það er bara svona, þetta er einhvern veginn bara svona wrapped around svona bara ekki sé huggaði höfuð like a cradled baby já, það er ógislega nice þannig, já annars er það bara ógislega erfið en það er mjög gaman annars þykir þér rosalega vænt um hana þó hún Já. pisses you the fuck off nei, ángríns, svo er ógislega erfið að læra ógislega erfið að læra þetta skóla ég er náttúrulega í skólanum frá 8:30 til 4 nei, halv 4 oh. sorry og ég kem heim og hún er bara Ég er spennt að sjá þig hún er og svo fyrir hún eiginlega ekkert að sofa þá er hún bara svona að sofa svona alveg þess mikið að deginum þannig hún er bara svona ready að vera núna bara Já, á I'ma meðan get þú the varst í zoomies. hjólanum þá I'm var gonna get hún the að safna zoomies right now og Right meðan now. eftir að er hún að þú veist Right now og svo að því hún er svo mikið að glifsa Glefsa ég get ekki munið þetta Glefsa að glefsa að þá að þegar ég er bara að læra og maður fyrir þetta bara að naga með fucking fótinn hún er bara að tæta inniskóna mína sko. inniskóna mín ég ætti að taka skóna mína sem voru á the rack frammi þeir allir í sófanum þú veist, við erum ekki með mótur frammi við erum ekki með skó nærði það sem hún sér það er bara They will be gone og heimi á Kristjáni eru sko öll fjölskyldan á svo mikið pura skóm hún er in shoe heaven þegar hún er fyrir inn til Kristjáns og ég er bara 5 minútur fresti bara nei
alltaf að taka skó af henni að hún er líka að hleypa með þá. Ég var að meina núna, ég skildi skóna mín eftir. Hún er náttúrulega bara hér. Já. Hún er ekki að fara að borða þá. Hún má ekki fara niður. Hún fer ekki niður. Já, og líka það, ég var með kunnum daginn í leslyfti og Hailey var being a fucking menace. Hún heitir Hailey, by the way. Hún var being a menace. Hailey Bieber. No. Og þú svona þetta bara hérna chillandi, skilur að bara rólegt, þetta er náttúrulega leslyft og þetta var liggjandi og þetta var rólegt, þetta var Þú þægilegt veist bara umhverfi. basically napping. Já, og Hailey var bara geltandi, öskrandi, hlaupandi, vildi athygli, vælandi, þú veist, hún var bara hræðileg og ég var bara, oh my god, sorry með hana, skilur, þú veist, það var nothing nice about this, ég ætla alltaf að standa upp, taka eitthvað af henni og segja henni að hætta að borða sófann eða eitthvað svona, ég ætla alltaf að standa upp, ég ætla alltaf að fara frá. Það er ógeðslega óþægilegt þú veist í leslyft, skilur, þetta var hræðilegt customer service on my part, on Hailey's part. On Hailey's part. Já, og svo fer ég niður, Hailey needs training. Já, svo fer ég niður, ekki bara, skotnir í gælunni bara út með allt. Eitt skórinn var á gólfinu í stofunni, hinn var komin upp í sófa. Þegar ég verið að labba með viðskiptum mér niður, ég var bara, oh my god, og það voru juicy inni skór. Þú veist, það er alveg merki. Skilur alveg dýrt og ég bara oh my god, sorry. En hún er voru þeir ok, skórnir? Já, þeir voru ok, ég bara, eða eitthvað að þeim þá bara náttúrulega sendur á mig, skilur ég hefði urlast eða hefði verið eitthvað að þeim bara, I gotta pay for this. En já, You ain't got no job. Nei, bara, oh my fucking god, hún er rosaleg. En hún er svo hrædd við karlmenn, mér finnst það ógeðslega fyndið. Shit, hann bara líkar ekki við þá. Nei, hann er actually bara líkar Hún er ekki við girls þá. Já, hann er líkar við Tristan þegar hann náttúrulega hefur passað hana. Svo, þú veist, verður hún smá feið með Alexander líka með hann, svo líkar hann bara við pappa og Kristján. Ekkert annað. Þú veist, engan annan. Þú veist, við fórum með Kristjánu að segja lykla fyrir hann hjá bróður hans. Hún bara gælt út í gluggan og svo kom hún bara urraði ógeðslega ekki á hann, svo ætla hann að koma og hún bara Líka það bíta hann. Fyrir svona lítinn hund að ætla að yppa gogg er alltaf bara svona no, what are you doing? Bara svona lítinn hund, bara af hverju er þú að tekja þessu eitthvað tough guy? Andjóks. En svo elskunum konur, þú veist, hún bara vælir bara með því að sjá þig, skilri. Já, hún bara fríkar út. Hún bara vil svo mikið vera, hún vil bara komast inn í þig, skilri. Já, bara ef hún gæti deilt húð með mér, myndi hún gera það. Þegar ég mætti, eins og ég sagði, hún var komin, þú veist, ef ég held ekki á henni, þá var hún að klifra upp mig, ég veit ekki að hundar klifruðu like that. Og ef ég rétti hendina, þá var hún bara hard, sko. Þetta er heimilisköttur, þetta er ekkert hundur. Þetta er nær því að vera kanína heldur en hund. Actually. Bunny. Hún er she's a sweet pea. Svo verður ég ógeðslega pirruð hérna og svo verður hún á vælinu búin það er eitthvað my Sheila, ok. Poor baby girl. Já, ég get verið bara að skapa nei teki í hana bara hætti þessu og svo er ég bara so sorry. Það bara öskra í hana. Það bara út af því hún eðalega skóna þína. Andjóks. Nei, það er svo It's just a girl. Andjóks, það er svo gefandi að eiga hund en samt er maður bara svona Yeah, ég er búin að vera hella puppy fever. Já, og líka Ransan. Já, það ekki? My man er líka komið með, Ransan er komið með puppy fever. Hann er meiri kattamanniski heldur en hundamanniski. Hann er bara, já. Hann vildi náttúrulega bara reyna my dog. Já, hann vildi bara ekkert skilja henni. Nei. Hann kom ekki til að pikka mig upp. Elektra var að hérna æfa sig að gera andlitsþvott. By the way, delightful. Andlitsmeðferð. Delightful. Nutt. Delightful. Gorgeous. En hann kom og sótti mig og hérna og var eitthvað, viltu ekki kíkja inn til að sjá hana Hailey? Og hann eitthvað, já, ok. Og bara, hann vildi ekki sleppa henni. He fell in love. He did, he really did. Fell in love with her. Hún líka, að því hún var svo feimundan, hún var ekki að þæg, með honum bara svona. Já, hún var bara, þú veist. Hún var ekki að býta hann eða neitt, skilur þú? No. Hún var bara að chillin, bara. Líka, dýr sem að hata karlmenn fíla Ransan. That's what I've learned af því að vera með honum. Hann er alltaf svo calming. Hann er algjört sweetie, hann er svona voða, hann er bara rólega, steady. Þannig að hann mætir og hundur sem er aðeinslega að fríka út er bara þessi bylgjulengd I'm in my moment. Dýrin eru bara here. Þau eru bara oh, that's hilarious. It's the pet whisperer.
Pet whisperer, ég vil sem ekki meina að ég sé pet whisperer. Viltu meina það? Já. Ok. Bara öll dýr elska mig og þau vilja alltaf koma til mín. Maður alltaf svona, oh my god, I got chosen. Já, bara, you picked me, you love me, you choose me. You choose me. Bara þú greinlega hatar alla hérna inni nema mig. Nema mig, við erum bestu vinir. Já, ég hugsa svo mikið þannig. Bara ef eitthvað dýr kemur allt mér, það ég bara, oh my god, you love me. Mér líður eins og ég sé öskubuska eða eitthvað. Svona, nei, ekki öskubuska. I talk to the animals. Hún hét, það var eitthvað önnur sem var en Elm, var ekki Snow White, hún var með dýrin. Jú, en öskubuska, hún var með litlu fuglana og litlu mísnar. Já. And you know, I like the little rodents. Já, ég meira melkvitt megin. Ok. Matcha mig, skilju, hárið og eitthvað. Ég líka alveg eins og öskubuska. Svona ljóshærð. Á mís. Á mís. Á mís, guð. Það er svona big sized mís. Yeah, I have a fat rodent. En það var líka einn af músunum var svona alveg hlussa í öskubusku. Það var einn sem var í svona jakka og var einn sem var alveg. Já, hann það. Hann var feitamúsin. Hvað heitir hann? Ég veit það ekki. Sæti litli feiti, veistu hvað ég tala um? Já, ég veit hvað þú ert að tala um. Hann er cute. He's handsome, hann er svo lóki. Já, mís er einhvern veginn í teiknumyndum alltaf alveg big sized. Já. Þegar pælir í því. Plus sized. Já, það. Það er ekki það sama. Plus sized mouse. Já. Þau eru alveg frekar svona plus sized. Curvy. Já, þau eru curvy. Guð. Herri, ég fara að leyfi helgina. Ok, hvernig var? Það var bara mjög fínt. Þetta var samt alveg ógeðslega skrítið. Þú veist, við mættum og þarna Elín Hall var að hita upp, skilurðu. Okay. Hún var í hálftíma og þarna og svo kom bara hálftíma bið. Mér finnst það alveg smá weird og það fannst öllum að líka. Bara ok, þeir núna bara vera bara að labba, búin vera á fótunum ykkar, það komið upp yfir þennan núna með að fara að labba aftur. Var bara, þú veist, það var ekki einhver önnur tónlist í gangi eða neitt svoleiðis? Jú, þú veist, það var alveg bara svona, þú veist, salar, þú veist, hvað heitir það? Sal, music, það var í kórnum, þú veist, það var bara svona, bara eins og einhver hefði þetta á Spotify, skilurðu, bara svona þannig, bara eitthvað svona spila í gangi. Já. En, þú veist, mjög skrítið að koma svo bara hálftíma bið, þú veist, vanlega þegar ykkur hittar það kemur mannski svona 5 minúti seinna. Já, er það? Já, það er alltaf þannig á tónleikum. Þannig að var allir bara, what? Hálftíma bið? That is fucking weird. Ætla eitthvað að hafa verið að skýja? Nei, þetta er bara eitthvað sem að hátti vera svona. Kannski hefur hún þetta bara svona crazy girl. Eitthvað atriði eða kannski, þú veist, eitthvað. Crazy girl. I have no idea. En það er gaman á tónleikum þegar þú kannt lögin. Mér var mjög gaman þegar ég kunni lögin. Ég kann alltaf svona 5 lög. Tónleikunum voru í 1,5 tíma. Maður er náttúrulega bara sitjandi og lögin náttúrulega með svona jazz, svona rólegt líka, skilurðu. Þannig ég var bara svona ógeðslega þreytt. Ég var bara búin á því og svo, þú veist, bara, já. Þetta var svo, þú veist, mér leiði eins og ég væri hana forever eins og það myndi aldrei ljúka, en ég held að það sé bara út af því ég kunni náttúrulega ekkert flest lögin. Fake fan. Já. Þú veist, nei. Ég er alveg að fan, en þú veist, ég fór eitthvað meira bara svona fyrir upplifuna, en þú veist, ekki mikið bara eitthvað, oh my god, Var þetta ekki líka alveg svolítið sjó? Jú, þú veist, þetta var alveg. Ég hef alveg séð einhver TikTok að það lukkar alveg svona. Jú, þetta var alveg að sjó. Eitthvað moving parts á sviðinu og eitthvað svona. Dansar á svona með a ballet performance. Thank God að Timothy Chalamet var ekki aðna. Hann hefði urlast. Hvað var hann að tjá sig, Hvað honestly? var hann að fucking tjá sig? Hvað var hann að tjá sig? Hann hefði ekki átt að fara á svo leifi tónleika. Hún var með, þú veist, hvað er þetta, svona 4 mínútna ballet performance. Good on her. Lengi lefilistir. Já. Lengi lefilistir. Það var fucking fallegt. Það er bara, þú veist, hún var ekki frammi, sko. Já. Þetta var bara 2 dansarar, bara performers að dansa ballett. Já. Bara Timothy myndur ekki lose his fucking shit. Timothy Chalamet. Chalamet? Hvað sagði Doja Cat eitthvað? Timothy Chalamet. Ég man það ekki, ég sá þetta. Chalamet. Nei, honestly, hvað var hann að tjá sig? Nei, ég skildi. Hann er líka búin að segja þetta bara for a hot minute. Bara nobody cares about it anymore og svo sá ég This is the hill you're gonna die on. Andjók, svo sá ég eitthvað TikTok af
eitthvað svona lol-gæinn sem vann á móti honum að verða Spiderman Já, var hann fékk það út af því að hann var ballet með- performance. Já, hann fekk það út af eða þú veist að það allavega hefur verið contender fyrir það. Af því I að like to hear Tom that. Holland með ballett bakgrunn. Já, Ég held að það bara ástæðan hann bara bitur Já. yfir þessu bara, Hann það bara er svo sagði- fokkin drullu saman ballet, af hverju er það að spá í það? Ég vil vera Spiderman. Ég væri giftur en það ég núna. Þannig ég er ekki með Kylie Jenner. Whichever Jenner. Svo svaraði líka Kylie, hún svaraði Doja Cat, það var bara eitthvað hvað sagði hún sagði eitthvað chill out eða eitthvað, sagði bara eitthvað slakaði eitthvað, haha lol, slakaði á eitthvað svona eitthvað it's not this big of a deal og hún sagði eitthvað svona róaði þig við Doja Nei, ég bara I don't know, ég er ekkert eitthvað big ballet girly en það er bara Þetta er fokkin falleg list. Já, líka bara, is this the hill you're gonna die on? Já. Miklu fallegri list heldur en leikari. Eða þú veist, with sko, the most utmost respect ever fyrir leikurum, þá er þetta náttúrulega, þú veist, þú ert að eyðileggja líkamaðinn fyrir þetta. Bókstaflega, þú veist, þú fæðist með svona fætur sem verða skilur bara, þú veist, tásirna einar skilur bara forever bara formed eins og ballettskór skilurðu og bara ætla að brjóta þú veist bara teygja liðbundin ekkert eðlilega mikið það bara staðið sem þið ekkert að vera skilurðu þannig maður bara svona það er bókstaflega blood, sweat and tears og bara horror sem fyrir að verða ballettdansari how dare you þessi þáttur er sponsaður af Luxa sem er staðsett á Selansbraut 52 þar getur við versla naglavörur, hárvörur, förðunavörur lasvanavörur, Mist & Co bara allt sem tengir snirtuvörum bara það sem þetta er í hug bara ég ætla að lita með hárið, Luxa ég þarf eitthvað fyrir augnhálengingar, Luxa ég þarf eitthvað fyrir make-up, Luxa ég þarf lasvanaugnar fyrir helgina, Luxa ég þarf 3 bustar mína, Mist & Co í Luxa skilur þú veist það er bara allt og svo bara allt fyrir neglur bara everything you can possibly think of en með fyrir naglalakk, bara vennileg naglalakk, svo erum við heldur svona 600-700 liti af gélökkum, lampum verkfæri, sótthreinsun við erum með so much þannig þessi þáttur er spesial og við vorum að fá nýjar vörur við vorum til dæmis að fá þessa handaábyrði mér finnst mjög góð lykt en þetta lykta allir eins og blóm sko þessi græni lyktar eins og þegar þú ert út í sveit og þú liggur í grasinu. Já. Ég elska hann. Einhver minnir mig á söstrinni gröni. Ég veit ekki hver það er. Söstrinni? Já, ég veit ekki hver það er. Ætli það sé þessi. Þessi er svona mest svona maskulin eða svona já, trottir upp í nefið. Já, ég finn ekki neitt. En ég held að var þessi sem minnir mig á söstrinni grunni og svo var annarkvort þeirra sem minnir mig á eins og ég sé að labba í gegnum ilmkerta dæmi í IKEA þessi hérna og því við erum núna búin að finna eitthvað sem þessi hérna minn okkur á við þurftum að hafa þetta í lýsingunum þegar það er verið að kaupa handaábyrðin og svoleiðis svona, þetta lætur þau líða eins og þú sért í IKEA á þriðjudegi nei, en þessi hérna minnir okkur við vorum að tala um þetta í vinnunni á eitthvað ilmvatn sem við notum þegar við vorum úlingar þetta minnir okkur á við vorum að reyna að finna út í hvort það væri Justin Bieber ilmvatn, One Direction ilmvatn eða hérna þú veist, eitthvað Victoria's Secret ilmvatn eða eitthvað þetta minnir allavega eitthvað alveg fáránlega mikið á eitthvað mjög nostalgic þannig að ef að þið eigið leið í Luxa eða hérna langar í handaábyrð please buy it Ariana Grande kannski Ariana Grande? Já Eða meira Justin Bieber Ég sko ég veit ekki hvort það sé eins og ég hugsaði Someday hann að Justin Bieber ilmvatni sem var með svona það var svona hjörtu ofan á eða svona ég veit það ekki en please sniff it and let us know og þegar við erum alveg búin að vera
going in circles með þetta. Ég fór heim og ég þefaði af litla systir mín á Victoria's Secret ilmvötnin. Ég fór að þefa af þeim eitthvað, ok, ætla þess að nei, þessi er eiginlega meira, þú veist. Þannig að let us know. Let us know, sniff it and let us know. Sniff it and let us know. Sem með hjörtu, myndir ekki blómi. Æ, þú veist, það lítur út eins og blómi og horfir á það framan, en það lítur út eins og hjarta eða horfir á það ofan. Þú veist, það er svona fjólublár gæi og svo eru svona nokkri svona gæjar. Já, jú. Ég veit það ekki. Það er alltaf hana, þetta lyktar eins og 8. bekkur eða eitthvað. Þannig að... Og fyrir mér er það... Þú veist, 8, 7, 6, 5, 4, 3. bekkur. Þetta lyktar eins og 3. bekkur fyrir mér. 3. bekkur fyrir elektri, 8. bekkur fyrir mér. Yes. And the point of this episode er þú veist, megin atriði á þessum þætti var við ætlum bara að ræða, þú veist, svona algeng mistök eða svona common mistakes. Mér finnst fallegra einhvern veginn að segja bara common mistakes, heldur bara eitthvað algeng mistök. Bara common mistakes, skilurðu? Já. Ég veit ekki, mér finnst það hljóma eitthvað svo... Common mistakes. Já. Eða algeng mistök. Það fer kannski líka bara eftir hvernig þú segir það. Já, kannski. Common mistakes, ég veit ekki. Common mistakes. Mér finnst einhvern veginn svo... Mistök. Hvað segir ég, svona léttara einhvern veginn segja bara common mistakes. Við þurfum að vera duglegir að tala íslensku. Já, þú náttúrulega ætlaðir að hætta að sletta en þú er búin að gera allan tíman. Ég er búin að taka eftir, ég er búin að testa þeina, ég er búin að segja eitthvað, þú bara yes, you fucking did it. Þú bara gera sko allan þáttinn ertu búin að vera að sletta. Þú getur ekki hætt. It's in your blood, it's in you, it is you, it has overtaken you. Sorry, það er bara, maður er ekki að fyndin og maður er að íslensku. You're not Nei, ok, þú veist, ég tala íslensku, ég er ekki bara að hafa bara eitthvað, ég er ekki bara að hafa fullt samtal við það á ensku, skilurðu, en að sletta, þú ert ekki að fyndin nema þú slettir. Sem ég er. Fyrst mér öllum. Nema ef að íslensku kunnáttaðin er mjög góð og því að ef að þú getur... Ef þú hljómar þess að 50 kelling, þá ertu fucking fyndið. Þá er það fyndið. Já. Það er nefnilega... Ef þú ert bara 23 manneskja sem bara tala reybrennandi íslensku, skilur það er fyndið. Það er fucking fyndið. Það er líka virðingarvert. Ég alveg hlæ, þú veist, af þegar ég með, þú veist, þegar ég með bara einhverju fullar af fólki og þau bara tala, þú veist, ég fer bara hlæja, þá er komið svona fyndið, þú ert bara fyndin. Orðavalið. Já. Það er bara mjög gott. Bara eins og senior. Orðavalið hennar getur sem þetta bara svo ógeðslega fyndið. Ég bara hlæ á þetta engri ástæði. Yep. Bara því hún er að tala. Já. Það er ógeðslega fyndið. Þannig já. Yes. Algengum mistök. Ég spurði Instagram pólið okkar, eða ég spurði Instagram fans. The fans. Ég spurði þau, hvað spurði ég aftur? Þú spurðir úti bara svona algeng mistök. Úti algeng mistök. Já, ég spurði hérna hvaða mistök finnst þið vera nokkuð algeng í þessum bransa sem við ættum að ræða og fræða í næsta þætti. Og svo sagði ein hérna, sé allt og margar ólærðar pússa náttúrulega negluna of mikið. Það er bara effekt. Þú veist, það er vita náttúrulega ekkert hvað er að gera. Þú veist, það eru náttúrulega ólærðar. Þú veist, það er það eru ólærðar, veit ekki neitt og svo náttúrulega bara vita ekkert hvernig neglin er náttúrulega bara uppbyggð sem það náttúrulega þarf að vita til að vita hvernig náttúrulega meðhendana skilurðu líka fjala of mikið sko bæði þá á naglaplötuna þú veist hérna uppi og í hliðarveggina það kom ógeðslega mikið á hliðarvegginum já var einu sinni pía sem kom og var bara ég tók aðeins svo mikið og hún sagði að hún finnur fyrir vindinum snerta puttana sína og hún sagði að ef hún gerir svona þá fann hún svona bara svona eins og þegar þú færir svona tannkull oh my god það var bara engin neglana eftir það var bara ekkert eftir það á ekki vera þannig oh my god já það er náttúrulega bara overvaluing er ekki gott og sérstaklega líka þú veist ef þú ert gett mikið í því að vera alltaf að taka af eða eitthvað vera að taka af og preppa og eitthvað, þú veist, þetta er svo mikið áreiti bara, þú veist, þú ert að skemma bara frumuvegginn það er galið, sko svo sagði önnur hérna
að laga ekki shapeið þegar neglurnar vaksa niður. Svo fucking satt. Það er ástæðan okkur, ég hef reglu, þú kemur í ásendingu og eftir 2 skipti, bæði skipti innan við 4 vikur eru lagfæringar, 3 skipti þarf það að fá fjárlægingu. Neglin vex, neglin er svona og hún vex fram, hún byrjar að fara náttúrulega niður. Það er engin negl sem vex svona, ekki nema að þú er kannski með þannig neglu sem vexa upp, skilurðu. Eða þá þú veist með mix and match og einhverja þeirra eru hérna og einhverja eru hérna. Það er mjög algengt hjá stelpum að vera með þessa hérna sem vex ógeðslega mikið niður og menn hinnar eru bara illa beinar, skilurðu. Þessi hérna einhvern veginn kom bara ógeðslega mikið niður hjá mörgum öðrum og menn hinnar eru bara beinar eftir lagfæringu, skilurðu. Það er svona ég með þessa reglu og það er nákvæmlega bara út af þessa reglu. Bara þú veist, ég vil ekki vera að gera það reglu sem eru bara svona. Það er bara ljótt. Og líka það, bara það er gott að taka af að því að þú veist, það getur alltaf myndast loft, þú veist það ekki. Getur alltaf farið vatn inn og þá er náttúrulega bara komin þú veist, þá getur þá erum við að fá okkur greenie. Já, þá getur komið greenie og svo bara þú veist, þú ert búin að vera að borða, skilur ekki mikið, það er ekki mikið bakteríum á matinn til nöglunum, skilur, sem er ekki alltaf endilega hægt að ná bara með að þjala af, skilur gott að bara taka þær af og setja nýjar bara nákvæmlega út af þessu, bara laga sig við þegar vext niður, þess vegna bara gott, já, það er bara reglulega í þú veist, fjarlægingu, svona fjarlægingar á bara réttum tíma, en náttúrulega ekki fjarlægingu bara eftir ykkur 2 vikur. Já, nei. Any thoughts? Bara agreed. Agreed. Veist, já, þú veist, annarkvort geturðu fjarlægt allt dæmið eða þá að þú ert farin að, þú veist þær eru orðna pínu fangi hjá mér ég ætla að nota samt sem dæmi I don't wanna show them the ugly hérna, þú veist, að ef hann vext niður að þá ertu farin að nota svo mikið efni yfir og svo þjala undir annað líka, þú veist, þegar það er ekki þjala undir ég vil láta þjala undir ég vil ekki skilja eftir það eru sumar sem bara vilja ekki alltaf sér tekið undir finnst það ógeðslegt I wanna take it away já, þú náttúrulega ert búin að safna svo ógeðslega mikið óhreinindi þannig undir, það er ástæða okkur við tökum neglunar, þú veist, undir af upp á, þú veist, líka að lostíka hliðinni, fattaru og líka bara upp á óhreinindi sem er fast þarna það er svo mikið bakteríum hana það er galið, þú veist, þú myndir fara með negl sem er sko 4 mínútur smásjá ógeðslegt þess vegna er svo ógeðslega mikilvægt fyrir fólk sem hefur sér neglur hafa bara lítinn svona ryggbursta já, svona naglabursta já, bara naglabursta og bara get in there ég er með svona goodiebag sem ég gef viðskiptavinnum mínum það er naglagreiða sem fylgir þarna með sem ég gef konum minni, ég er bara þriðið undir sápuþóðir, já þú þrýfur ekki neitt tekur enga bakteríu ekki neitt án þess að sápuþó já það er svona ógeðslega mikilvægt að nota einmitt svona greiðu þannig cutesy nota bara svona greiðu bara yfir daginn in your business ekki bara gera bara eitthvað svona þú ert að þrýfa það er alltaf max 30 sekundur það sem ert að sápuþó þig fara milli negluna og svona alltaf bara með busta noti busta undir neglunar ég er náttúrulega ekki með neglu því ég má það ekki ég er alltaf bara, þú veist, ég er með lófa minn og er bara, skilur, bara getting in there bara svona, skilur, svo ég næ undir að því að það er ógeð hvað það safnast mikið ógeð undir, sko you can imagine it's disgusting já, og þannig getur við að dreiga fyllt af okkur ógeði svo hérna, finnst svo margar ekki nota hanska jafnvel 3D gélmótin já, einmitt þú veist að nota ekki hanska er ógeðslegt það er gross það er gross sérstaklega ef þú sápuþóðir þér ekki og spritta þig þá bara you have no business að vera á höndunum bara ámiðst aldrei með hönskum so be it já, finn út úr því já, þú veist, óþægilegt að vera kannski með dömum mitt og túrtabarskilur en þú gera það samt já, agreed mér finnst þetta að vera bara andurs bara líka lög já, líka bara hvorki þú veist ekki um kúnan og kúnin veit ekki um þig hvort það sé þú veist kannski er einhver með einhver sveppið einhver sýkingu eða eitthvað í gangi og þú veist það ekki eða sár já, bara blóð, blóð ógeðslegt og líka bara eins og þetta að vera ekki að nota með hanska og vera að snerta vörunar eins og með 3D-gelið bara getur að fengja kontakt um dæris it's not worth it það er ástæður okkur við sitjum
skraut á neglur en ekki húðina þess, skilur þetta á að fara á neglunar, þetta á ekki að koma, þetta á ekki að snerta þig, alveg eins og þú veist, þú ert að þrífa áhöldin, þú átt að vera í hönskum að gera það, skilur þetta á ekki að snerta þig, þannig já líka bara, þá alltaf, guys, þá alltaf að sápu þú sjálfa sig veist hendurna sínar í svona 30-40 sekundur minnsta lagi, spritta og svo fyrir hanska af því þau sem ekki bara slepp þá er það að dreifa kannski í einhverju næsta mennsku fattaru. Don't fucking do that. Wash your hands. You can't be sued. Wash your hands. Wash your hands og nota hanska bara, þetta er ángríns já ég var einmitt með það skrifað hjá mér að hérna byrjandamistök að vera ekki að nota hanska og ekki að nota grímu þú veist, að það er rosalega mikilvægt fyrir bæði þig og kúnan þú veist, fyrir grímun að þú getur ekki verið að anda að þér naglareiki allan daginn og líka bara efni og alls konar ógeði skilur og hérna og með hanskana það er svona að halda að contact dermatitis og þess háttar sé eitthvað sem kemur þér ekki við eitthvað svona sem að þú ættir að vera immune to einhvern veginn mér það, þú veist, ég sá einhvern tíðan daginn þá sagði TikTok sem var eitthvað svona me not using gloves because contact dermatitis is none of my business eða because I'm eitthvað svona það var eitthvað bara svona þú veist bara eitthvað svona pía að bara vera blissfully ignorant eða þú veist willfully ignorant og svona var ekki svona 3D eins og alltaf það er ógeðslegt mér finnst það actually ógeðslegt og þetta er bara líka hættulegt já, svo hættulegt það er bara horfið á vídeo hvernig á að sápa þókur og horfið á vídeo hvernig bakteríur dreifast fljótt þú veist, þú getur ímyndaðir þú veist, bara við að gera svona þú veist, það er bara miljón skrifur núna bakteríur að dreifast puttaminn, skilur þú veist, það er náttúrulega góða bakteríur, svo náttúrulega slæmar, skilur við þurfum náttúrulega bakteríur til að lifa en við þurfum ekki að dreifa óhreinindi á milli viðskiptavina bara no way líka það sem ég sé, þú veist, eru algengum mistök eru að ekki að sápu þó áhöld þú veist, bara henda þeim beint í sterilization og ekki, þú veist, það þarf andjóks að taka bara kannski bara að bursta eins og ég var að sína áðan og nota bara hreina sápu, engin lyktarefni bara með milda hreina sápu eða bara uppþóttuleg bara 100% uppþóttuleg eins og þú myndir nota til að vaska upp diska og glösa bara uppþóttuleg og bara sápu þó þau og bara ógeðslega vel, bara alls þar, ekkert bara eitthvað bara bórbitan þar sem varst að nota á viðskiptin heldur bara, þú veist, the whole thing öll skærin þó að það var bara þú veist, þú kliftir, skilju, þetta sápu þó the whole thing, svo þessi þetta er sterilization og svo náttúrulega tekur út og þú veist, náttúrulega leggja til þerris, þú veist, hafa á pappír og þú bara nota pappír og svo þetta að sótthreinsa með ísopropánóli 70% ísopropánóli og líka það sem ég lærði þú veist, náttúrulega í skólanum er að maður verður að nota afjóna vatn við ísopropánól þess að það er alltaf að mixa yfir vatni það má ekki nota 100% þú kaupir í apóteki 100% ísopropánól það verður að hvað heitir það, jafna út með vatni annars er þetta bara allt á sterkt þetta verður, þú veist þú getur bara verið að brenna skilur eitthvað, ég man ekki fitu eða þú veist, þú getur bara það er bara skalett, skilur þetta eins og myndir ekki nota þetta hendurinn heitur að spritta þú myndir nota þú veist spritt sem er náttúrulega já, og þinna það, þú verður að þinna það með vatni þú mátt ekki gera það með kranavatni því það er alltaf eitthvað bakteríur í kranavatni skilur þannig þú ert ekki með þú veist 100% clean water og sem er mjög hreint vatn á Íslandi það er náttúrulega ekki 100% þannig ég mæli með að kaupa 100% ísopropánól bara kannski á kemi.is þú getur keypt 500 millilítra eða lítir á 2-3 skall skilur bara svipa þetta og sjóða bara vatn bara sjóða og mæla hvað þú ætlar að setja mikið þú veist eins og í spraybrúsæðin og hversu mikið af þessu þú veist
sterilized vatni eða þú veist, sjóðu vatni þú átt þá að mixa við til að fá réttu blöndu af því að líka að blanda hreinsuvörur þarf að gera rétt, það þarf að mæla þær það þarf þess eins og með hreinsuvökunum í búð það þarf að mæla hann fyrir að nákvæmu upphæð fyrir hvað þú ætlar að gera skiluru og mæla svo vatnið og náttúrulega soðið vatn skiluru þannig þetta er eitthvað sem þarf að hafa í huga, það þarf að mæla allt og alltaf spreyja sótthreinsispray yfir áhöldinni ykkar ég er ekki að tala um að því að taka skiluru bara your things og vera bara ekkert svona gera það bara við axla hvað er þetta, axlabili og bara mist láta það bara þarna í svona mínútu ready for use skilju, að því að þú ætlar að nota líka að spreyja ekki nálægt en þá ekki búið þarna setja viskitinn þau munum bara svíða og bara ertingu og eitthvað skilju þú veist það nothing nice about that og líka þú veist eins og með stálbakka þú veist maður er alltaf með áhöld sína stálbakka að þá alltaf skiluru að náttúrulega sápuð þá stálbakkan og, og spreyja honum ísopropanol eða spreyja það jafnvel bara á pappír svo fara yfir og svo er ógeðslega gott að hafa þú veist hreint á pappír óhreint á stálbakka skiluru þannig að þú ert ekki til dæmis með borbita sem er hreint og borbita sem er óhreint bakteríu saman og maður fór með bakteríuna aftur inn skiluru þannig að það er mjög gott að hafa kannski hreinan bakka og óhreinan bakka eða bara hreint á pappír óhreint það blandast ekki neitt saman þannig bara hreint óhreint skiluru þannig þetta er eitthvað sem þú veist maður fattar ekki og þetta er ekkert kennt þetta er ekki kennt í naglaskólum þetta er ekki kennt í þetta var alveg kennt í ferðunarskólum skiluru þú veist það var alveg kennt það er ekki kennt af hverju þú ert að gera það svona ógeðslega djúpt það er ekki kennt þú ert ekki að blanda sig með vatni þú veist kranavatni þú ert að blanda sig með þú veist sjóðu vatni skiluru þú veist sóðinu vatni og hafa þú veist þetta er ekki kennt svona gett mikið á svona djúpan grunn og af hverju þú verður að bara andjók sápa þú í max 30 sekundur og sprita alltaf sprita spritt gerir ekki neitt án sápu þó ekki neitt mér svo fyndið, þú veist, ég fór ekki til mann út að borða og ég var með einni sem þú veist, fór svo í veski sitt og setti spritt á hendunar og dreifði þú veist eftir matinn ég bara, þú varst ekki að gera neitt þú varst bókstaflega bara ekki að gera neitt þetta gerir ekki, þú veist 15% af neinu skilur það verður alltaf að sápu þó að því það tekur, ég man ekki hvað tekur mikið þú veist, ég held að það tekur þú veist 99% af örveru húðflóra skilur og svo þarf að spreita these two combinations don't ever forget líka að taka mikið pening clean your hands það er disgusting það er literally disgusting en já svo voka mér skaman að fræða það ég vona að fólk I have a lot to say about this ég vona líka að fólk sé þú veist að hefur mikið áhuga á sér ég segi að við búum til svona slætt fyrir þetta og postum því þannig að sé þannig að ef þetta the whole spiel being spewed at you hérna not too much var það svo mikið að þá ætlum við að vera með bara svona punkta á TikTok á TikTok og Instagram eins og líka þú veist ef þú ert með viðskiptavinni þú ætlar að fara að setja krem á handafuna það var kennt mér þannig þú setur krem og þú gerir swap geti ímyndaði bakteríunar sem verður komnar hérna sem þú ætlar að vera að dreifa á milli þú gerir þetta ekki annarkvært bara þú veist eins og ég var að gera núna áðan andjók sérst í vídeóinu ég var að setja mig hérna á varum komin ég var að setja mig hérna handaáburð ég gerði svona þetta snerti aldrei á þér þetta snerti mig aldrei og það ger ég við allt aldrei líka deila möskurum guys eða augnblýanti eða make-upi eða bara neitt með vinkoneinum please, ekki gera það er fucking ógíslegt og þú getur fengið svo mikið að sýningum bara þau segjum að þau eru með þau sár í andlitinu og þau eru með bursta sinn skilur á andlitinu og ætlar að gefa þau burstan þú úrkast með sár á andlitinu blóð bara bólu þú getur þess að vera bara með bólu sem er búið að krista eða eitthvað ekki deila make-upi og ekki deila þú veist, þið getur deilt púðurvöru eða viljið dreifa með vinkoninu ykkar bara óvart með púður, sterilize it
spraya 70% isopropanol á vöruna við axla measurement, spray it, use it, ekki bara eitthvað, já, gjá svo vel, skilur lip pencil, spray it, ytta, gefa. Bara, please, allt þetta er fucking disgusting. En Hailey komin. Hailey, hvað er? Okay. Heiðursgesturinn komin. Hún she has risen. Everyone welcome. Oh my Sjáðu, god. hún strax byrjað að býta. Veitu. Say hi! Say hi! Say hi hana! Say hi! Já, gott. So this is my dog, hún heitir Hailey. Hún vöknuð. Já, eftir lagið Hailey's Comet hjá Billie Eilish. Ekki Hailey Bieber. Ekki Hailey Bieber, heldur Hailey's Comet. Já, hello. Svo var eins og sagði hérna airbrush eða padding gel komið yfir allan fingur í staðið að nota skin guard. Það var náttúrulega alltaf að nota skin guard. Það er bara efni sem þú setur bara þvert yfir hvað heitir það? Puttan, bara á skinnið. Það þotnar. Þú setur á, tekur á svo af. Bara þannig að þú sért ekki að setja chemicals. Já, við getum bara senda á Tristan myndir af skin guardinu þannig að þið vitið what we're on about. Já, við erum að selja þannig í Kristannels. Já. Lúksa. Það svona litli sætir bleikir gæjar. Þannig að það næstu því eins og þú sért að setja hanska yfir rétt akkurat það sem að hérna í kringum nöglina. A liquid one. Þannig að please notið það. Líka mér finnst airbrush machine hljóma not it. Þú veist, því að þá ertu bara að spraya þessu loftið. Mér finnst það bara almennt ekki hljóma eins og góð hugmynd fyrir gel. Svo náttúrulega þarf alltaf að sótthreinsa borðið og allt sem viðskiptavinurinn kom við eins og inn í lampana fyrir utan lampana skilurðu, allt sem var komið sótthreinsaða. Líka að þú ætlar að nota buffer, mjög margir bara nota buffer og ekki sótthreinsan. Það sem þú ætlar að gera með buffer er að, eins og segi, 70% isopropanol og líka þjalir. Þessi skilur að leiðilegt að gera bæjab, valla búin að þjala neitt af nöglinni hjá viðskiptavinum af því að það er með bæjab, þú fórst bara rétt svo yfir til að fínpúsa. Þú veist, það er ógeðslega leiðilegt að henda alveg heilið naglaþjöl, kannski bara fyrir þá næsta konu sem vill bara bæjab líka. Þá geta alltaf gert bara svona slá, þú veist, í hendina eitthvað, taka því access rig eða þú veist, naglarig. Já, bara naglarig sem eru, þá er búin að taka það af, taka 70% isopropanol og úða yfir. Really? Já. Og líka með buffera. Þá á alltaf að ekki setja í sótthreinsufuga. Þá á alltaf bara að taka, þú veist, þessi er sótthreinsaður, þú veist, það er náttúrulega ekki eins og þú veist, þannig er sótthreinsaður búin að það er ekkert að koma úr húnum, skilur. Það bara pat og auðvitað í hönskum, skilur, vilt ekki fá þetta í því. Og svo bara og láta bara liggja þannig að hann getur þotnað. Og svo er líka bara gott, þú veist, eða með kuna back to back, þá er ekki gott að hafa bara svona nokkra buffera af því að, þú veist, buffer þeir eru í smá tíma að þotna. Þannig, þú veist, það verður bara með nokkra bara skiljiði og skipta Þannig, mælum með því, þetta er algeng mistök sem ekki margir gera. Og svo á bara naglavörur, það á bara að liggja í sótthreinsun í 5-10 mínútur. Ekki skilja það lengur eftir. Og það verður að þrífa mjög vel með vatni þegar þeir eru búin að taka það út úr sótthreinsufuganum. Það eru mistök sem ég gerði til að byrja með. Ég bara leiðist bara líka. Já, ég var alveg setja þetta og svo fór ég bara að gera eitthvað annað og svo bara, oh my god, af hverju eru borðbitarnir svona ógeðslega fljótir að vera döll? Hvað tjókar það? Já, og því að þú eyðilegar þá. It was your fault. Exactly. Já, svo bara með 3 aðra hluti allan að skrifa mér. Þetta er klára það og svo kannski þú eða þú veist. Ég er bara búin að vera skattir þeim inn hérna með og með að babla sko. Já, það er alltaf náttúrulega að mæla hreinsuvöku og ég verður náttúrulega að tala hreinsuvöku. Þið getið keypt hreinsuvöku hjá okkur og þú veist, græjur sem það fer onni. Og það eru svona litlir gæjar, svona mæligæjar. Já, það fylgir með. Það bara fylgir. Þið getið alltaf líka bara spurt það. Við erum alltaf með ógeðslega mikið á þeim. Það er mjög gott að nota svona mæligæja. Ekki borða ruslapokann. Talandi hreinlætið. Hailey is not listening. She really isn't. You stinky girl. Sjáðu, hvað
Katti, núna fá hann allir að koma til mín. Katti, já, fær til alveg Sindri. Hérna. Again, I got chosen. It's the whole... Þú verður bara að halda sér fyrir. Já, gott. Anyways, hvað sagði ég? Já, það sem ég líka verið mjög algeng mistök, bara ekkert endilega sem byrjandi en ekki svoleiðis, bara að svara ekki viðskiptavinum. Já. Mér finnst það svo ógeðslega leiðilegt, þú veist, ekki taka lengur en sólarhring að svara konunum. Mér finnst það svo það er fráhrindandi. Já, þú vilt ekkert fara til eitthvað þess að þetta verður bara, þú veist, getur gert þetta design. Já. Og þú vilt bóka tíma þegar þú sér það að þessi tíma lög síðan, þau eru bara, jæja, þú veist, já, sérstaklega líka ef að samtali er sko opið. Mér finnst mér finnst það skárra ef að þú sérð að það eru skilaboð, ég get ekki svarað núna og þú opnar þau ekki, heldur en að vera byrjuð að tala og svo dippa. Þú veist, þegar það er farið að plana. Þú veist, þá sérstaklega er komin svona smá tæmur á þetta. Bara svara kurnum. Þú veist, bara rétt hann ég veit það rókst að leil, þú veist, margir eru svona já, þegar ég er búin, þú veist, að gera neglur yfir daginn, það er bara komin í rúm og það er ekki svaranum, það gengur ekki ef þú ætlar að reyna að starta svona business, þú verður að svara, þú verður að vera að posta netið, þú veist, þetta er svo mikið work after work, þú veist, fólk heldur að ég sé matabóði, ég er bara ekki í símanum, no ég er að svara kundum, ég er að, þú veist, ég er að gera hitt og þetta, and you're playing on your phone. Já, Andrews, og svo líka bara er ég oft út að borða, ég bara býta hans hérna að svara konna hérna, skilur samt líka á sama tíma hérna, work-life balance er mikilvægt. Já, of þú course. Þú ert alveg að gera of mikið, þú veist, í þessu. Mér finnst að þú mátt alveg, þú ert að leita þessu hana, you dumb idiot. Ok, þetta aftur. Finnur þetta aftur seinna. Er að hérna, þú veist, ekki heldur vera að kæfa þér í þessu þannig að þú hafir ekki áhuga. Alls ekki. Þú veist, vertu frekar, gefðu þér frekar, þú veist, ok, ég fekk skilaboð, ég ætla ekki að svara strax, ég svara þess eftir kvöldmat, heldur en að vera að gera þetta þangað til að hata þetta. En já, þú veist. Bara eitthvað, ég þarf að svara, nei, bara verður svona, ok, ég ætla að svara þessu bara eftir. Bara að vera meðvituð. Þú veist, ekki, þú veist, go nuts about þú veist, að því það ger það alveg ógeðslega margir, þú veist, þegar fyrst byrja að gera neglur eða eitthvað svoleiðis, það er bara overwork. Já. Það er bara, þú veist, vinna og bara svara endalaust og bara, þú veist, þetta er bara number one og bara allt annað fyrir hliðar og þú veist, þú getur ekki mætt í rektinóta vinni, þú veist, þú getur ekki gert þetta og það er bara vinna. Don't do that. Já. Bara take care of yourself also. Já. Þetta er, þú veist, þú myndi ekki missa kuna því þú ert líka að setja þig í fyrsta sæti, skilur. Já. Það er balansin, ég held að það sem ég myndi segja er ekki að stærstu mistökin er að svara ekki, heldur eru stærstu mistökin er að, þú veist, almennt bara reyna að finna balansin. Þú veist, þú getur ekki verið alltaf on og þú getur heldur ekki verið, þú veist, ekki hverfa í 3 daga einhvern veginn. Já, þú veist, það er sem ég tala, að svara ekki viðskiptum mínum. Það er það sem ég er að tala, þú veist, vera bara að hverfa, skilur það er bara svona, já, don't. Jafnvel sko, ef þú ert í frí að vera með tilbúin svör, bara, þú veist, að vera með tilbúið notes bara, sæl, ég er í fríu núna, ég mun, þú veist, svara þér einhvern tíðan á milli blá og blei, þú veist, ég verð ekki í fríu lengur þarna. Það er líka bara, þú veist, eins og viðskiptum mínir, þú veist, það er ekkert allir með common sense, það veit ekkert allir að óta bóka í gegnum núna, það veit ekkert allir, þú veist, óta býða þetta byrðlist, það veit, þú veist, fólk veit þetta sem bara ekki, þetta fyrir bara fram í það, sem fólk bara vantar bara smá common sense á íslensku, ég veit ekki hvað það er. Almenna skynsemi og þú veist, ekki bara eitthvað þó að segja hvar bóka ég, ekki bara hunsa það, æskilur, segja allan bara það er inn á núna, eða þú veist, ekki bara eitthvað, já, bara ekki bara eitthvað, ég er búin að segja þetta af, æskilur, bara ekki svara því. Já. Mér finnst það að vera svona, bara be lovely, ekki með hrókan. Svo sem líka, þú veist, fjárfæst ekki góðar vörur, skæða vörur, mér finnst það líka lélegt og líka, þú veist, ef þú ætlar að vera að flytja eitthvað inn utan sem er komin langt og þú vilt bara selja eitthvað vörur, naglavörur eitthvað, ekki vera að kaupa AliExpress eða Shein og fara að selja til almenning, skilur þið bara what the fuck is wrong with you, það eru efni í þessu svo hefur ekki hugmyndi þó þú kannski kannt einhver innihaldslýsingar, þá veistu ekkert hvað sem ekki að magnir af þessum vörum í innihaldslýsingunum, þú veist, ekki vera að selja bull.
Já, og þú veist, þegar að fólk er að koma í neglur þá er það líka að stóla á það að þú vitir fyrir þau, þú veist, aðili sem ætlar að koma bara í neglur er ekki að fara, þú veist, þú veist, er þetta að fylgja þessum regulations, þau bara stóla á það að þú vitir að þú átt að þrífa og þau stóla á að þú vitir hvernig þau eiga, þú veist, hvernig þú átt að gera vinnuna og að þú sért að velja rétt og allt þetta, þannig að, þú veist, já. Og sér ekki að kaupa bara eitthvað... Þau eru að treysta þér. Já, jafnvel þó það sé bara eitthvað svona, eitthvað skraut, skilurðu. Það er allt skrautir efni. Nei, ok, þegar ég meina skraut, þá meina ég að þú veist eins og spray, svona ombre spray eða þú veist Spidergel eða ombre... Germs, fine. Já, Gems er bara so fucking be it, en þú ert ekki bara að kaupa eitthvað stone glue eða þú veist, neitt svoleiðis, þú veist, og fara eitthvað að selja það eða nota það að viðskiptavinni. Ekki fucking fræðilegur. Nei. Það er bara hræðilegt fyrir þig sem fagmann, eða þú veist, að verða fagmann, núverandi fagmann, að vera að þessu. Don't fucking do it. Ég mun knock at your door. Bara ángríns. Bara, ef þú ætlar að fara að kaupa hérna with your big dog. Stones. Scary. Be my guest og notaði Stones. Ekki kaupa annað eitthvað fucking cheap eitthvað sem þarf að harna í lampanum, það getur verið ef þú ert að byrja bara fljótandi efni, whatever, skilur bara ekki fucking gera síðasta sem ég var með annars mun Elektra verða reið brjálið Hulk out she's gonna Hulk out you don't want Elektra when she's mad svo er ég líka með að blása ekki úr ryksum og borveljum reglulega það er mjög algeng mistök það, þú veist það er hægt að koma til okkar í lúksa og við blásum úr fyrir ykkur ef þú átt ekki loftpressu, það er ekkert allir sem eiga loftpressu. Nei, en er samt ekki loftpressu bara low-key bara líka þú veist á bensínstöðum? Jú, það er líka, ég held að ég sé ekki að ljúga þegar ég segi jú. En annars getur alltaf komið upp í lúksa á Suðurlandsbraut 52, láta blása úr ryksugun ykkar og blása úr borbitar, eða nei hérna borhausinn verður oft svona stiflaður. Þú veist, þessi hérna það þarf að blása úr því það er svo mikið uppsöfnu ryggja þarna inni og hérna önnur mistök sem ég var með skrifa niður hjá mér þrífa ekki líka verkfæri og tól og svoleiðis það er svo oft sem ég er að sjá þú veist eins og fólk að auglýsa á Facebook notað og það er bara gelklessur út allt á því það er svona mér finnst það hræðilegt það er sérstaklega líka þú veist bara take care of your stuff really. Já, bara í alvörni þú veist eins og get ég þetta dæmi þú veist eins og ef ég er að sjá TikTok hjá einhverjum og ég sé að handrestan er bara öll út í naglalækki þá er maður að fara svona I'm not booking over there nei, þú veist og líka naglalampin hann má alveg vera út í geli inni hann það harnar alveg hart það er bara mistök sem fólk gerir þau rekast í lampan, það gerist en ekki vera með bara ógjöf ofan það er sko hræðilegt og ég bara ég get ekki haldið andlitið þegar ég sé það líka bara í persónu það er bara hvað er að gera við staffið þitt skilur farðu vel við hlutina eftir bara skilur bara hvernig ertu að fíblast með þetta þú skilur mig ég meikir ekki þú veist fólk ofta ekki að gera sig grein fyrir bara, þetta er svolítið sama og við skiltum við hann bara fyrir annað sko hann fyrir annað, bara í alvörunni þú vilt ekki don't do it og þetta ég var að fatta, sést ekki heili er eins og að sé jú, bara þú veist, það sést í hana já, það líka öruglega heyrist hún er alltaf sorry Tristan sorry Tristan og sorry þið ég alveg sónaði pínu út þegar hún joinaði mig ég var bara já það ekki, þú varst bara living life sjá, hún er býtt eftir á hárinu you crazy girl ég þarf þá ekki að láta mynd fylgja með henni veist, hún er hérna on camera hún er svo mjög klár, hún er 14 vegna og hún kann að þú veist, heilsa þegar maður að segja sæl hún kann að setjast hún er svona aðeins að læra á leggstu þú veist, maður þarf svona bendin niður þannig að hún fyrir að leggjast hún kann ef maður segja bæli, þá fer henni í bæli sitt þú veist, heldur sig ekki bælinu en nú kann hann labba þangað inn hún veit hvert hún á að fara hún veit ekki að hún á að vera það já, en já Diva, we need to calm down
Dífa, we need a cooler. En ef þið eru með eitthvað spurningar sátturinn sinn eða bara hvernig þið gera bara alls konar bara samt, þú veist, hvað segi ég, bara varðandi þessi störf, bara hvað þið að gera, og það geta alltaf sendað okkur á Instagram, bara alltaf, og ég held að sé alltaf kommenta. Já, á podcastinu? Já, ég held að það sé alltaf þetta eitthvað að kommenta. Það er bæði á Spotify og YouTube. Já, þannig það er alltaf þetta kommenta. Og bara senda ykkur DMs ef ykkur slide into our DMs. Slide into Díva, the DMs. what are you doing? Ég veit bara prósið hennar niður. Já, hún á náttúrulega ekki að vera að þetta, þú veit ekki að vera að býta. She is crazy. She's a crazy girl. Just a crazy girl. En já, við erum komnar á tíma. Þetta var pínu all over the place. En hérna, það var meiri bara svona yapping þáttur alls konar sem við höfum báðar höfum bæði mistök sem höfum bæði gert og séð annar staðar og eða séð annar staðar. Það er ógeðslega gott bara að tala why this is important. Always, guys. Always. Það er svo mikið verið að nota inn og það drasl í þessum bransa. Það er ógeðslega leiðilegt, þetta er ekki umhverfisvænt. Skilur, maður er alltaf að henda bómula og maður er alltaf að henda ykkur bómullar, fjalir, grímur, hanskar, bara sóttur eins og slúta eftir að þrýfa, þetta er ekki umhverfisvænt og það er ógeðslega ombrisvampar, þú veist það. Já, bara allt. Já, eins og það, henda ekki ombrisvampa eftir hvern einasta kuna. Þú ert ekki að nota þá. Þú ert að henda þeim. Þú er búin að nota þennan viðskiptavin og þennan viðskiptavin only. Hennar húðflóra er á fucking hennar gunk er á hönskunum þínum. Alltaf þú virkilega að fara að taka þetta upp og vera á næsta viðskiptavin sem ombre dútin er með. Don't do it. Don't do it. Ég held ég tók bara eitthvað make-up á mér. En já, þannig takk fyrir hlustandi í dag. Ég vona að ég hef ekki bored you with some knowledge. I filled you with knowledge. You're so full. So skinny. Þetta getur verið ógeðslega overwhelming að heyra og allt sem við erum að ræða. En trust me. Takið með ykkur það sem á við. Leave everything else at the door. Já. Og svo munum við posta svona slætið þannig að sé léttara að melta sérstaklega þetta með hreinsunana, sótthreinsun og Hún er að vera crazy. Hvað? Hvað ætlar hann að gera? Ég ætla að reyna að setja inn í einhverja skemmtilega pósu, ég held að það sé bara ekki fara að gerast. Það er ekki fara að gerast. Hún er alltaf æst. Ok, bye. Heili, ég ætla að segja bye. Segja bye. Segja hana. Segja bye. Heili. Ætla að segja bye. Segja hana. Segja bye. Ég skil ekki þennan leik. Nei. Herru. Takk fyrir næst. Bye.